Góðan daginn, gott fólk, og velkomin til stundarinnar. Hefðbundinnar stundar, og við ætlum að reyna að kveikja kertum á, ég veit ekki hvort ég geti það. Það er ekki að verða gaslaus hjá mér, lampinn, nei, hérna kveikja ég myndi. Og ef gasið fer af þessu, þá notar maður ekki þetta allavega mikið til að kveikja á kertum. Og enga á ég til eldspýtuna. Þannig ef kveikjarinn að belar, þá held ég kveiki bara ekkert á neinu kerti. Ja, þið eru náttúrulega ekkert saman það, ég veit að þú vilt að logi kerti í svona þætti. Þetta er alveg bráðnauðsynlegt að kerti logi í heilum biblíu þetta, það væri nú skárra að verða nú. En kerti fylgir nú svolítið mikið kirkjunni, ekki? Alltaf verið kerti uppi þar á margar stundir og margar kirkjur kveikja kertum á stundum. Og þegar að fólk er í kirkjunni þá koma klerkar og aðrir og kveikja kertum á. Þannig að það er verið að kveikja kertum út allt. En núna ekki til þess að fá ljósbirtu inn. Þetta er bara svona vegna þess að mönnum finnst eldurinn bara svolítið áhugaverður, bara að segja. Eldur sem er beislaður. Og það má segja að eldur í kerti sé beislaður eldur sem við höfum fulla stjórn á. Annað er með eld sem að læði sér í einhvers staðar sem hann á ekki að koma, að þar breytist hann í hreint skaðræði. Við sjáum skógarelda sem geisa í löndum, að það verður gríðarleg eyðilegging og manntjón jafnvel. Allt vegna þess að lítill neisti hljópi í eitthvað þar sem hann átti ekki að hlaupa og svo breytist hann út á eldingarhraða og enginn réði við neitt. En þessa sögu getum við ekki sagt þessi ljós sé 2. Enda beisluð orka, en samt orka vegna þess að eldur er nú bara orka og ekkert minna heldur það. Við erum ekki að tala um eld, jú, við erum nú reyndar að tala um eld, en kannski ekki svona loga, heldur eld sem orð Guðs kveikir. Og við erum með bækur okkur til sitt hvora handar sem að fræðir okkur helling og allt það sem við þurfum að vita orð Guðs. Og við þurfum að vita margt orð Guðs vegna þess að orð Guðs, það er fyrir okkur, það næri hjartað, leikur hjartað og fer vel með hjartamannsins vegna þess að frá hjartanu koma hugsanir. Vissirðu það? Og að því þú ert búin að fylla hjartað þetta orði þá koma guðlegar hugsanir upp. Og leið góðar hugsanir því að guðleg hugsun er góð hugsun. Og Drottinn vill að við temjumst við þær vegna þess að það byggir á svo mörgu. Hjartað segir í raun og veru allt það sem þú ert. Og þú ræður sjálfur hvað þú setur þar og hvað þú ert því að nota, svona dagstaglega. Ef þú ert fylltur orði Guðs, þá næsta víst að út munn gengur ljúfleikið uppmálað, en ef þú ert fylltur heimi, hroka, gremju og því, þá má vænta annars en einhverja fallegra orða, heldur bunu jafnvel að gremjulegum orðum sem að eyða öllu lífi í kring. Þannig að orðin eru máttur. Eldur er máttur að rétt og orðin okkar
eru sennilega miklu meiri máttur heldur en nokkuð tímann máttur eldsins sem að óbeislaður er beint skaðræði. En orð manna sem að óvarlega eru töluð eru miklu skaðlegri eldunum því að þau umbreyta stundum í blóðu stríð þar sem sprengjur og sprengingar ganga á milli og heilu borgirnar lagðar í rúst af afli sprengjana. Allt til að byrja með af orðum sem fundu sér ekki réttan farveg og voru ekki góð orð, heldur vond orð, allt í hjarta manns sem að bunaði þessu svo út úr sér og olli gríðarlegum skaða. Og þessi saga er út allt í kringum okkur. Hún er ekki bara á einhverjum einum stað, hún er út allt í kringum okkur og stundum eru við sjálf fólkið sem hrintu þessari bylgju á stað. Þannig að það er til mikils að bera út Guðs orð því að Guðs orð tekur sér bólstað í hjarta manns og varðveitist þar en á mannsins valdi að gera þetta virkara en það ella hefur verið. Það er svona valdi sem að manni er gefið og er vald sem að má alveg mæla með og við mælum að sjálfsögðu með en getum ekki kannski gert neitt mikið meira en það en að mæla með því því að hver og einn verður að ákveða hvað og hvort hann og hún vilji fara þessa leið. Ég get ekkert breytt neinu þar ef afstæðan er andhverf orði Guðs eða hvað ætla ég að gera í því. Ég getum gert óskup fátt. En ég get hins vegar tekið ákvörðun fyrir sjálfa mig að gera allavega þetta í mínu lífi og það líka geri ég og tala þetta eins og ég er að tala hér en ég ræðu engu viðbrögð hvorki þíns né nokkurrar annarra manneskju og er því ekkert að velta því neitt fyrir mér nema það að ég geri bara það sem Guð vill að ég geri og hann vill að ég tali með þessum hætti sem ég tala vegna þess að hann er að breiða sjálfan sig út og hann er að nota þennan einstakling til þess að gera það. Og þannig er verkslagi hjá lifandi Guði að hann býr til farveginn með sínu fólki sem hann hefur áður þjálfað til verkefnisins og svo verður þetta fólk slípaðra í því sem það er að gera vegna þess að endurtekningin hún býr til svona ákveðna leið sem gerir mönnum þetta, þess að þetta létt og fyrir mér er það mjög létt að tala út Guðs orð og það er eitthvað sem ég þrá að gera og vill gera og hef verið að gera og sé ekkert að ég sé neitt að hætta með það. Það er allavega ekkert eitthvað sem ég er með í farteskinu núna. En einhvern tíma kemur að því að maður hætti þessu því að líftími manna er á jörðinni bara skammur, ekki langur. Þannig að öll þessi mæða sem að býr í hjartan okkar er vegna þess að við tengjum okkur ekki nægjanlega vel við lifandi Guð. Og vitum ekki nægjanlega vel hvað hann er að hugsa og pæla vegna þess að við erum kannski meira í orðun, meira svona í orði en á borði að velta fyrir okkur orði Guðs. Við segjum ýmislegt sem við erum ekkert að gera, sem er svona ljóður á fólki, bæði mér og öðrum. Og það getum við sagt okkur til hrós að við erum öll á sama báti hvað þetta varðar. Hrós, já, kannski er þetta ekki hrós, en við erum öll meira og minna á þessum báti og við þurfum alltaf að vera hnippa í okkur sjálf til þess að við fáumstum til að gera þessi guðlegu góðu verk sem við þráum sem trúaðar manneskjur að vera undir og í. Þannig við erum alltaf að starta okkur í gang og fara af stað og svo drepst á okkur aftur og þá förum við í einhvern dvala sem varir svo lengi. En við þurfum ekkert að fara í neitt dvala
að bara nota daginn til þess að hressa okkur upp í Guði. Já, hressa okkur upp í Guði og þá erum við með orð Guðs til að hressa okkur upp í Guði sem viðheldur þessari hressingu að því við höfum lært að lesa orð Guðs reglulega. Og það allt saman ræði ég einn og þú engu með mér þar, nema að því leyti til að þú getur auðvitað hvatt mig að orðinu, en hefur gert það? Ég hef ekki heyrt það. Kannski hefur gert það oft, það hefur þó farið fram hjá mér. Þannig að það nú ekki alltaf sem hvatningun til að dreifa, en við getum hvatt okkur sjálf vegna þess að við eigum anda Guðs í okkur og hann alltaf að hvetja. Þannig að við erum án afsökunar þó engin manneskja hvetja okkur til góðra verka, en við eigum anda Guðs sem lætur ekki af að hvetja til góðra verka. Já, við erum án afsökunar að vera ekki í góðum verkum og sinna ekki í góðum verkum né sinna köllun okkar. Því að köllunin, hrópið út allt í raun og veru, oftast nær innra með okkur sjálfum, vegna þar lifandi Guð að verki og starfi og hann lætur ekkit hengja, að ég gefi mér ekkit færi á að leggja höng upp á bak sitt. Hann bara sér sína vinnu og hann með allt kvitt og klárt hjá sér, en ég það ekki nema stundum að þessu leyti og þannig mikill munur á. Að vera alltaf eða bara stundum endurum og sinnum í þessu göfuga verki sem heitir orð Guðs og samfélaginu við lifandi Guð sem annað samfélag í raun og veru heldur en samfélag manna trúara manna. Samfélagi við Guð alltaf í raun og veru og þú ert alltaf einhvers staðar og þar samfélagi við Guð ef þú vilt það. Annað síðan samfélagi við aðra trúaða, lifandi trúaða menn og konur sem mikilvægt og nauðsynlegt, en hitt samfélagið líka til staðar og það þarft að rækta og það gerir enginn um að þú sjálfur að ýta því á stað því að þú getur kallað eftir drottni þar sem þú ert hér og nú. Einnig þar erum við án afsökunar. En þetta ágætis skilningur að skilja vegna þess að svona þetta. Drottin það sem þú ert, en viltu virkjan sem þetta afl í þér til góðs? Já, ég veit það ekki, oft hefur auðvitað gert það, en kannski eins og ég og fleiri mættur gera það ofta. Allavega má þessi vitneskja ekki fara frá þér að svona þetta. Og Drottin hefur þessa leið vegna þess að hann hefur ekki sleppt að þér hendinni. Hann hefur ekki mist tökin. Hann ennþá á fullu í þessu við þetta og svo verður áfram. Og hann alltaf með sömu orðin, lesiðu orð Guðs, segir hann. Og þetta þáttur að hvetja menn að orði Guðs og sjá svolítið þetta sjálfur. Kennslan annað mál, en heima við, eins og þar þú ert nú kannski mest, já líklega, þar þetta allt líka til taks, en þú þarft að gera það. Þá áttu samfélag við lifandi Guð, bara einn með honum. Og það líka sitt samfélag og það líka mjög göfugt samfélag eins og samfélag við trúaðar manneskjur, menn og konur, göfugt. Þá hitt líka göfugt, en þú ert miklu oftar einn með sjálfum þér og einn heldur en í þessu samfélagi sem þú kemur inn í, sumir vikulega og hafa gert árum saman og sumir oftar en vikulega, en inn á milli þeir samt útaf fyrir sig. Menn oft útaf fyrir sig, þeir einir í akstri, hvort sem þeirra fara langan veg að stuttan, já, útaf fyrir sig þannig séð í vinnunni, svona kannski ekki rosalega mikill samgangur í vinnunni, eðlilega því að menn að vinna og sinni vinnu, en Drottin allsstaðar og þú getur alltaf gefið þér mínútu með honum hér og þar. En þú þarft að vilja þetta, þú þarft að vita þetta, þú þarft að eiga til þessa hugsun að svona sé líka mögulegt. Og besta ráðið þetta til að vera vakandi þar að hella sér svolítið í orðið. Og þú getur allsstaðar verið með orðið þar sem þú ert, þú getur verið með það í
bókaformi, þú getur verið með það í símaformi eða hvernig sem þú getur verið með þetta hvar sem þú ert, því að öll erum við með orðið með síma okkur og það getur við fundið allar þessar upplýsingar sem við viljum, því að síminn hann gefur okkur ágætis aðgengi að netinu og þar finnum við orð Guðs, já, á því máli sem við viljum þess vegna. Ef þú vilt ekki lesa íslensku biblíuna þá tekur einhver aðra þýðingu því að þú ert svo góður í málum, þú ert alltaf að segja með það og lest. En þú gerir þetta alveg eins og þú vilt, en ég er Íslendingur og les íslensku ágætlega og allir geta að fara að breyta því neitt á gamalsaldri. En þú mátt gera þetta eins og þú vilt og ég vil þetta líka eins og ég vil. En hér er opin bók fyrir framan mig og hún gerir ekkert gagn ef við opnum, lesum hann ekki. Það er ekkert gagn í bók sem er opin sem er ekki lesin. Og við ætlum aldeilis að taka tæki núna og lesa. Við erum í Gamla testamentinu, við höfum alltaf lesið nokkra línur þar og svo eitthvað aðeins í Nýja testamentinu einni. Þetta er bara eins og við verðum að tala og er sannleikur í þessum þætti að þetta er hvatning til þín að gera þessi verk, það sem þú ert. Og núna erum við komin heim til okkar, því að þar er Biblían sem þú átt og þar líklega lest hana hvað mest af öllum lestir. Þú tekur hana með þér á stund og ert kannski að fletti í henni þar, allt í lagi með það, en heima fyrir þar lestu hana svona þér til gagns og gerir þess vegna daglega og jafnvel oft á dag úti þá sálma er farið. Og þú viðurkennir það að lesturinn gerir þig gott og að þú þurfir á honum að halda fyrir þig sjálfan. Já, við erum svolítið eigingjöld þar að við hugsum okkur sjálfa líka og það er ekki rangt í það að hugsa sjálfa sig líka, en ef maður hugsa bara sjálfa sig, þá hefur þetta eitthvað skólast til. En sumir eru þar þeir hugsa bara sjálfa sig, en þykjast vera að hjálpa öllum öðrum, en hafa í grunninn bara verið að hugsa alltaf sjálfa sig. Við erum í Nahúm. Nahúm er er eitt af þessum ritum í Gamla testamentinu. En Gamla testamentið, þetta er fjörgömul bók og Nahúm textin, ég veit ekki hversu gamall hann er, ég veit hann var ekki skrifaður í gær eða fyrra dag. Þetta er þúsundum ára gamalt orð og það nýjasta í Biblíunni er eins og við vitum Nýja testamentið og Nýja testamentið er komið á 3000 ár. Það er nú þannig, þetta er rúmlega 2000 ára gamalt og það var heldur ekki skrifað í gær. En er ennþá verið að nota þetta vegna þess að orð Guðs bara vegna þess að Guð hann er lifandi veruleiki, hann þekkir okkur út og söður og við þekkjum hann sum hver mjög vel og æ betur eftir því sem við erum í nánara samfélagi við hann. Og við erum í nánu samfélagi við lifandi Guð í gegnum orðið því hann kynnir sig í gegnum orðið. Þú veist hver Guð er af því að þú ert að kynna þér orðið og þá veistu það sem þú þarft að vita Guð, en ef þú ert ekkert að velta fyrir þér orðinu þá þekkir nú Guð harla lítið. En þekkir hann samt kannski að einhverju leyti, en hann ýtir þér hversu þú ert alltaf í orðið. Því það er meiri fræðsla fyrir þig, dagleg fræðsla fyrir þig, sem gerir þig bara gott og þú verður ánægður með það sem þú veist í Jesú nafni á þess að þú sért neitt að belgja þig út af því. Það er allt annað mál og svo sem alltaf hætt á þessu vegna þess hversu maður er svakalega veiklunduð vera. Að það er til alveg hræðilegra skammar, segi ég nú bara. En segi náttúrulega ekki skammar því að við erum bara eins og við erum. Við erum að reyna að gera okkar besta en gengur brösulega, en þó æ betur að því við erum að líma okkur æ meira og oftar við orð Guðs, sem er góð líming. En Nahúm, lesum bara fyrstu 1-2 versin, eitthvað svo les. Drottin er ákaflundur Guð og heiftarækin. Drottin er heiftarækin og fullu bræði. Og drottin hefnir sín og andstæðingum sínum og er langrækin við fjendur sína.
Þetta er kannski ekki það sem við vildum heyra, en við erum nú samt að lesa upp úr orði Guðs sem segir okkur það að alla andstöðu við sig tekur Drottinn á. Andstöðu við sig vegna þess að vera í andstöðu við Guð er í raun og veru ekkert annað en að vera fjandmaður hans. Og það er hægt að skilja og skýra með þeim hætti að Guð gerir bara það sem er rétt. Og ef þú tekur ekki við þessu rétta sem hann er með, þá ert í raun og veru bara fjandmaður hans. Og vilt ekki heyra sannleikann, vilt ekki ganga sannleikann og trúir ekki að þessi einstaklingu sé að bera þess sannleikann og þá ertu hreinn fjandmaður hans. Og hann segir hér í þessu orði, hann muni eyða þessu fjandmönnum sínum. En Drottinn er árnaðarmaður okkur og frelsari og hann tekur okkur yfir til sín, þannig að við erum alltaf varðir af honum. Þannig að þessi fjandskapur við Guð vegna þess sem að Drottinn segir er ekki fyrir hendi. Við trúum orðinu sem er svona lykillinn inn í það, inn þær dyr alls saman. Þannig að það er mikill akkur í því að vera þarna megin línunar og þetta er hægt að vera og þarna er hægt að vera en við verðum að vilja það sjálf. Við þurfum að vilja vera á þessum stað og fræða okkur þennan stað og við notum einkum og sérlagi orð Guðs til að fræða okkur þennan stað sem við viljum vita aðeins meir vegna þess að við höfum ekkert annað sem er betra. Þetta er bara staðurinn og þennan stað getur við vitað allt sem þú þarft að vita og þú þarft ekki til raun og veru meira en þetta. Og þessi bók er mögnuð bók og það veistu sem trúir að hún gefur okkur séns á að þekkja Drottinn með réttum hætti og það er það sem við viljum. Ekki? Trúin segir við okkur að þetta sé það sem við viljum. Og þetta viljum við, en erum misjafnlega svona dugleg við þetta eins og alltaf er. Áhuginn er misjafnlega mikill, en ætti í öllum tilvikum hjá hverju manneski að vera mikill. En áhuginn er svona í dag og annar morgun og svo dettur út á milli og sem er óásættanleg staða. Það er óásættanleg staða, ég held að menn getur nú alveg tekið undir það að það er óásættanleg staða að leyfa sér að detta út, út úr ranni Guðs og hvert fara slíkir menn. Ég veit ekkert það. En það er til saga í Nýja testamentinu týnda soninn svokallað. Við vitum alveg hvernig hann fór með sjálfan sig. Hann eiginlega nennti svo ekki lengur að vera í þessu húsi Guðs og fór hvert? Beint inn í skelfinguna, angistina, óttan, kvíðan og allt það. Og hann er þarna að sullast í einhverju vitleysu fram og tilbaka með fullar hendur og fjár til að byrja með sem að etast upp með tímanum því að ef ekkert bætist við þá er náttúrulega bara hverfur þetta með tímanum og það gerðist hjá honum. Og þá voru nú vinirnir ekki til taks og hann svalt heilu hungri og það gaf honum engin eitt. Það var bara einn. Og þannig er þetta hjá okkur. Þegar við yfirgefum kirkjuna eða þeir sem gera það og endanum verða þær bara einir. Sker út í ballarhafi sem enginn í raun og veru skipti sér að. En þetta er ekki það sem Drottinn er að bjóða og þess vegna er hann með þetta allt handa okkur og segir okkur að rækta þetta daglega. Því að ef við ræktum þetta ekki daglega þá hefur við raun og veru mist úr. Og svo er líka annað með það að þarna kemur aginn inn í aganum, aginn hvetur þið til þess að rækta þetta samfélag og gera það daglega. Og þú getur tamist við það, þetta daglega samfélag, ef þú tekur hennan pól í hæðinni að fara þannig með lífið. Og þá ert þú lukkuna pamfíll og ert komin alveg í fínustu mál. Það er einmitt það sem við höfum að gera, við höfum að hafa okkur sjálf í hvað fínustu málum. Og það er alveg vinnandi vegur því við höfum allt sem við þurfum til þess að þetta verði áfram fínasti vegur. Ég þarf að hafa fyrir því og ég verð þó að læra að gera það sem er rétt og best fyrir mig sjálfan og það geri ég vegna þess að ég er að leita ráða hjá lifandi Guði og ekkert minna heldur en það.
Og það er þetta sem við viljum gera og það er þetta sem við viljum fá til okkar að því við höfum rétt til þess að fá þetta til okkar og ekkert minna heldur en það. Þannig að við erum án afsökunar að gera ekki vilja Guðs. Því við getum það svo vel, en við þurfum að velja að gera þennan vilja Guðs og hvatningin er alltaf í gegnum orð Guðs. Þess vegna tökum við frá tíma til að lesa í orði Guðs og vera svolítið svona Guðs menn og konur í raunveruleikann. Við segjum það, erum það, stundum og stundum ekki. En þetta stundum ekki þarf að fara. Og þá er bara, ok, ég ætla bara að vera þessi Guðsmanneskja, já, hvernig sem mér líður. Mér líður alls konar. En svo er Guði fyrir að þakka, ég hef nú ennþá haldin mér við lifandi Guð og hvar á ég svo sem annars staðar að halda mér? Ég spyr nú bara þig að því. Þetta er besti staðurinn til að vera á og ef ekki að vera það sem best er að vera. Ég mæli með því og ég get ekki tekið ákvörðun fyrir þig frekar en þú tekur ákvörðun fyrir mig. En ég hef fulla heimild til þess að benda þér á góða leið sem ég hef farið áratugum saman og þú kannski líka, þannig að ég viti það og varð þar eitthvað það. En þetta er góð leið fyrir mig að fara og gagnast mér hvað best í mínu lífi og ég er ennþá jafn áhugasamur við þetta verk eins og ég var til að byrja með. Og sýndu mér eitthvað annað starf sem 30 árum seinna eða það bil, þú sýnir sama áhuga var þegar þú byrjaðir þetta jobb, fullur áhuga elds. Ég hef aldrei þrist á þessu og alltaf verið með svipaðan talsmáta gagnvart þessu og samfélaginu og söfnuðunum og þessu og ég hef aldrei tekið þátt í neinu niðurrifstali þar vegna þess að ég veit alveg hvaðan þetta er og ég elska þann sem gaf þetta niður og hann heitir Jesús. Þannig það er engin bilbugur á okkur nema við viljum það sjálf og til þess að halda þessum bilbugi uppi að þá erum við að gera það sem að Drottinn vill og við erum að lesa orðið. Og við gerum það daglega. Ég veit að margir gera það daglega og sleppa helst ekki úr degi sem þó getur alltaf auðvitað komið fyrir en er aldeilis kannski ekki það sem menn vilja. Stundum er annað óhjákvæmilegt, já, aðstæður manna eru misjafnar á milli daga og stundum þarf að sinna einhver í kvelli og við gerum það og við erum kannski við það meira og minna allan daginn. Þannig að líklega verður ekkert úr lestri þann daginn. En það verður þó bara svo að vera. En þetta er eitthvað sem við viljum ekki að gera. En stundum ráðum við ekki í deginum okkar að öllu leyti vegna óvæntra uppákoma og atvika. Skulum lesa. Við skulum lesa hérna, það er 21. kafli Matthews og Guðspjalls. Eins og þið vitið sem að vera að fylgjast með þessu þætti þá er þetta bara allt saman óundirbúið frá A til Ö og við bara leikum okkur svolítið og finnum þetta bara á staðnum. En við skulum lesa hérna, þetta er 21. kafli, 12. vers. Þá gekk Jesú í helgidómun og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, hratt borðum víxlarana og stólum dúfnasalana og mælti við þá, ritað er, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningja bæli. Blindir og haltir komu til Jesú í helgidómin og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennir sáu dásendaverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidómunum, Hósanna, syni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við Jesú, heyrðu þú hvað þau segja? Jesú svaraði þeim, já, hafið þið aldrei lesið þetta, að munni barna og brjóstmjólkinga býrð þú þér lof. Hann fór frá þeim út úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Þarna er Drottinn að koma
lagi á ósvinu sem menn tóku upp á að fremja, sem var að búa til söluhús, sölubása á stað sem að átti og var byggður til þess að vera bænastaður fólks. Og hvernig gat þetta gerst? Ég get mér þess til að menn hafi ekkert verið að koma inn á annan stað til að biðja. Og við vitum alveg hvernig þetta að menn eru ekki alltaf kannski ræknastaður allra manna, þó þið segið það kannski. Og þannig hafi þetta verið að þetta hús kannski stóð bara autt og tómt, kannski lengi. Og svo fær eitthvað þá snjöllu hugmynd, hefur ekki að nýta þetta hús í eitthvað skemmtilegt. Og þeir eru velta vöngum yfir því, hvað það skildi nú vera sem væri þetta skemmtilega. Og þegar einn kannski kemur þá hugmynd, við ekki að selja þarna bara eitthvað, breyta þessu bara í markað, þetta stórt og mikið svæði. Hér væri gott að hafa markað. Já, og mér líst vel á það. Og svo á þess að spyrja kónga eða prest, eða náttúrulega bara valdsmennina sem voru flestir guðlistir menn. Og þeir, þetta líst mér vel á maður, þetta græði minning á þessu. Og þarna byrjaði að selja og kaupa og selja og kaupa. Og aldrei var beðin bæn eftir það, allavega ekki fyrir drottinn, þá kemur þarna með sinn gassagang og veltir og hendir raunur öll út. Og segir, strákar, krakkar, þetta bænastaður byggður af Guði fyrir bænafólk til að koma í og biðja. Þess að við sjáum að sum hús eru frátekin fyrir, þetta tiltekna verk. Og við höfum í raun og veru ekkert leyfi til að gera neitt annað inn í þessum húsum en að biðja. En menn hins vegar ráða hvort þeir komi til að biðja. Og þó enginn komi til að biðja, við vitum alveg hvernig þetta þó ekki þar með sagt að við höfum leyfi til þess að breyta þessu bara í eitthvað annað. Það var byggt fyrir þetta og það var sjálfur Guð sem mælti svo fyrir. En húsið þetta reist af mönnum, eins og við vitum alveg hvernig það En þarna fór fram þessa starfsemi sem aldrei var ætlast til að færi fram þarna. Þú máttu þetta kaupa og selja og setja upp sölubúður og hinga og þanga þess vegna, en þú mátt ekki gera það sem eru frátekin svæði fyrir Guð. Og þarna var bænahús og þarna áttu menn af öllum þjóðum að koma og biðja. En ég náttúrulega þekki ekki þess en ég get mér til þess til að húsið hafi staðið autt. Og það hafi enginn maður farið þarna kannski lengi og menn verið farnir að taka eftir þessu og farið að hugsa ýmislegt. Ef við ekki að fylla þetta bara af söluvör og þá fáum við fólkið inn allavega og við fáum einhvern pening í láminn og ekki það nú þeirra. En Drottinn sá allt annað. Hann bara reiddist við þessa gæja og við skiljum alveg af hverju. Hann sagði af hverju. Húsið bænahús en ekki sölubás fyrir þig og einhverju sölumenn. Það var ekki að segja þeim ætti ekki að gera það í þessu, en þetta var frátekið hús fyrir bænir. Manna af öllum þjóðum. Þessu segir. En þetta var ekki virt vegna þess að menn eru svo lokaðir fyrir því sem Guðs. Og þeir horfðu bara hús, flott hús, og sá einhvern annan möguleika í þessu húsi. En það var ekki heimil, bara í augum Guðs. Og þetta kemur Drottinn og segir með þessum gassagangi sem hann sýnir þarna við vorum að lesa áðan. En hann kom til að taka á hlutunum. Hann kom ekki bara til þess að boða nýjan boðskap frelsisverk lifandi Jesú, eða upprisis Jesú, hann talaði nú þannig oft og hann menn áttu að vita þetta, hvað var í vandum. Og hann lifandi í dag í gegnum, mig og þig og okkur sem hann gefur heilagan anda. Og við erum að tala hans máli, benda á hann, segja frá því sem hann að gera og segja frá þessari sögu hús sem var byggt sem bænahús, en menn voru farnir að nota í undir eitthvað annað.
Og við sjáum að þetta algjörlega stranglega bannað. Annars hefði Drottinn aldrei farið út í þetta verk nema að því að það var stranglega bannað. Húsin, sum hús, er ætlað ákveðið hlutverk og við skulum bara virða þetta ákveðna hlutverk sem þessum húsum er ætlað frá upphafi. Og hvað er rangt við það? Ég segðu með það, ég sé ekkert rangt við það, ég sé allt rétt við það. En svona eru menn að þeir leika alls konar leiki vegna þess að þeir skilja ekki Drottinn með réttum hætti og það er eðlilegt, menn eru fráhverfur Guði. Og þetta vitum við mæta vel að því miður allt og mikið og við þekkjum þetta í dag að þetta er mikið fráhverf frá Guði í dag. Þetta sjáum við bara birtingamynd þess út allt í kringum okkur. Já. Og þetta er að valda alls konar óhamingju og sundraða fjölskyldur og börn á vergangi hálfgerðu og börn í raun og veru fá ekkert almennilegt uppeldi, segi ég, og vegna þess að foreldrarnir eru svo mikið að vinna og börnin eru á leik, í þessum deildum sem að hið opinbera skaffar, en það kemur aldrei í staðinn fyrir heimili. Getur aldrei komið í staðinn fyrir heimili manna, og barna. Það eru manns bestu og dýrmætustu stundir. Það voru þetta heimili heima sem að maður fekk að lifa í og vera bara barn þar. Maður býr að því alla ævi. Átti bara ánægilega stundir þar og fekk að vera þetta barn í friði fyrir, öllum, allt og öllum. Og ég veit að þannig er líka saga bara minna jafnaldra sem voru uppi á svipuðum tíma og þekktu þetta og gerðu þetta eins og til að ég að segja frá og lifðu saman og þekktu í raun og veru ekkert annað. En börn í dag þau þekkja ekki þetta sem við þekktum af því þetta var tekið frá þeim. Það verður bara að segja eins og þetta var tekið frá þeim vegna aðstæðna í samfélaginu sem við svo sem kölluðum eftir en erum að súpa seiðið af í þessum yndislegu börnum sem eru svolítið vanstilt. Hverjum datt það í hug þegar ég var 12 ára að stinga nemanda með hníf? Hverjum datt það í hug? En þetta er í dag. Akkur við sjáum að það hefur eitthvað skólast til. Og ég segi það vegna þess að guðleysi er alltaf magnað. Það er alltaf æ færri að líta í orð Guðs og sjá engan tilgang í því. Og við vorum að tala áðan bænahúsi sem að Drottinn rak alla úr. Að því menn sá engan tilgang orðið í þessu bæni þá hvort þeir mætti aldrei neitt inn í þetta hús til að biðja. Af hverju var það? Að því áhuginn var sofandi fyrir því sem að Guð vill. Og hann er ennþá mjög sofandi yfir því sem að Drottinn vill. En ég og þú sem eigum þessa trú, við eigum að reyna að blása lífi í það. Og það gerum við að því við erum svona vissir eldnettir sjálfur. Og kvikum ekkert frá okkar sannfæringu að þetta sé það sem að beri að gera og meira. Þetta sé það sem er rétt að gera. Rétt að gera. Og við viljum vera þar að því að það er rétt að gera það. Við höfum að vilja vera það sem er réttar að vera og hlúa svolítið vel að því og byrjum á því náttúrulega að vera vel að okkur í þessu sjálfir. Við erum ekkert að biðja neitt að gera eitthvað sem við gerum ekki sjálfir. Við erum í þessu sjálf, við lesum sjálf, rækjum okkar samfélagi með persónulegum hætti og erum að gera það sem við segjumst vera. Hver trúir okkur ef við erum síðan að gera eitthvað allt annað en við segjumst vera að gera? Það væri bara lygi, en við eigum að segja sannleikann allt, líka þetta, hvað okkur sjálf varðar. Þess að tölum við ekkert meira en við getum staðið við og það er góð biti í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram að því að þú ætlar að biðja ekstra bæn fyrir þessu verkefni. Og verið þið sæl.